Komið sæl og velkomin í fyrsta þátt nýrrar þáttaseríu sem ber heitið Nágrannar á norðurslóðum. Þetta er samstarfsverkefni N4 og grænlenska sjónvarpsins KNR en við ætlum í þessum þáttum að kynna okkur líf, list og menningu þjóðanna beggja. En það er skrítið til þess að hugsa hvað við þekkjumst í raun lítið miðað við hvað er stutt á milli okkar. Við ætlum að leggja saman kraft okkar og búa til hálftíma langa þætti þar sem við opnum gluggann á milli og með því vonumst við til að kynnast enn betur en við höfum þekkst áður. Í þættinum í dag heimsækjum við nyrsta safn í heimi. Við kynnum okkur líka grænlenska hönnun á selaskinnum en ekki hvað og við fylgjum makrílnum inn í grænlenska lögsögu og við fáum líka að heyra möguleika grænlendinga á framleiðslu á úraníum úr Hvanefjalli. Hérna frá Íslandi ætlum við að sýna ykkur Dalatanga en þar hefur verið viti í 117 ár og að lokum ætlum við að fljóta í heitri sundlauginni á Hofsósi í dansandi norðurljósum. Iserfigisaa oqaluffiungilaq naaksilataaниит taamatut isikkoqaraluartoq upernaviup illoqarfittaata pisoqartaaniippugut illoqarfik marloriarluni matuneqarnikoq pingasoriarlunilu tungavilerneqarnikoq ataguuli illumut sumut isernersoq tusalaariartigu upernuikatsigasiun tikilluarutsi una illu susuru tatsumittarfigiva taatsum siornatingit oqaliffittut aterneqarnikuulluni oqaluffitoqarnunatsini katersugaasiviit siullersaraat 1951-simi katersugaatit maanga katersorneqalerput uan takisinnaavungut 1951-sim sussuleruimat niggatama taatsimiittit sussuleruja taatsimiinnermit nalinginnaasuma kisitsaaffigisarpaa inin isimanginninne otoqqarn tungasit ikersiistin tungasit tamakkuunerisu taatsimiittarfiimmi neqqivit itsiaviilli taatsimiinnerm nalinginnaasuma tirneqartarti una itsiavik Hans Jørgensen 1929 sanaava sussuleruj formaniat itsiavitsaatut uan takisinnaasuma tatsaaput sussulerujum ilaasortaasimasit siullerniiverteq C.E. Lembeke ortu taava kalaater kersuatiarmut piniarteq Jonas Christiansen illutoqqat ukua upernaviuk katersugaasivianut ilaapput nunarsuarmalu katersugaasivinni avannarpasinnerpaatut inissisimavoq 1967-milu katersugaasivittut saqqummersittiffiusutut isikkoqarluni atorneqalerluni oqaluffitoqqamut uteqqeriaruttaa ukku nivingasit naneruuserfiit ukua oqaluttuassartaleruyussuupput umiarsoorm umiinnikumingaanniik nanerisorfiliarineqarnikut ilautungaanni inivi atsi tatsaasut upernavi eqqaannili inivit sunniiteqarluorsimas atsigiinnguttitin ilaatsingut politikkikkun piniartiillornermikkun allatingilla Hálftíma akstur út á Dalatanga frá Mjóafirði, þar sem ekið meðfram skriðum og hamrabrúnum, fram hjá fossum og giljum. Við Dalatangavita opnast mikið útsýni alltaf glettingi til norðurs og inn í mynni Loðmundafjarðar og Seyðisfjarðar. Vitarnir tveir sem standa á Dalatanga eiga sem merka sögu. Sá eldri var reistur árið 1895 að frumkvæði Otto Vatni, útgerðar á athafnamassa Seyðisfirði, en hann er elsti uppistandandi viti landsins. Yngri vitin var byggður í 3 hlutum, sá fyrsti árið 1908. Á Dalatanga búa mæðgurnar Marsibil Erlendsdóttir og Aðalheiður Elfríð Heiðarsdóttir, en Marsibil hefur gegnt starfi vitavarðar og veðurathugunamanns þar í rúm 20 ár, en deilir nú starfinu með dóttur sinni. Þær eru einnig með hesta og kindur. Í dag er vitavarslan bara svona eftirlit með vitanum og við þurfum ekkert að fara út í til hverjum degi, en ef til minnst peran fyrir ljóskjörunum þá skiptir maður hana og fylgir svona með og fólk vil skoða vitan, þá leipir maður fólk inn í vitan, hann er alltaf lest, svo ekki, að því það er svo mikið ferðamenn núna, það er ekkert að hafa opinnitt. Þegar pabbi var í þessu þá var þetta miklu meira starf, þá það var, og líka áður en að rafmagnið kom, þá höfðum við ljósaflar,
ekki rafmagnslínuna frá Seyðisfirði og þá þurfti hann að fara alltaf út og skipta vélkóls á morgna og fylgjast mikið með vélunum, gera við og svona og þá var hljóðvitinn líka og þá átti að setja hann alltaf í gang eða var þoka eða mikið snjókomi. Þetta var miklu meira starf. Þetta er núna, notum við ekki þessa vél, það er bara rafmagn og við notum bara vélarnar ef að rafmagn slæðir út eða bilar. Þá þurfum við náttúrulega að setja ljósaveiturnar í gang og höfum olíubirgðir fyrir 3 mánuði ef að kæmi ekki upp á, ef línan myndi fara. Hægt var að nota hljóðvitan á Dalatanga fyrir 22 árum en marsibil honum þó alls ekki ókunn. Og pabbi miðaði bara við ef það kom í skyggninni í kannski 1 kílómetr þá var bara frá til vitt og kveikt á vittanum. Og maður sá það klukkan 3 á næturnar ef það komið þoka þá þurfti að vekja einhvers að kveikja á vittanum. Og oft fór maður útidinn náttúrulega krakki að setja í gang fyrir hann. Það var mjög svona spes. Ef maður þurfti að vera einn þá fór maður inn og kveikt á vélinu og stökk svo út aftur. Ekki bullandi draugagangurinn? Ég veit það ekki. Ég sé þess ekki neitt að ég er svo jarðbundin. Ég sé aldrei neitt. Ég er alltaf að bíða eftir að sjá eitthvað. Ég sé aldrei neitt. Krakkarnir mín sé þessi draugagangur. Á Dalatanga hefur verið mönnuð veðurathugunarstöð frá árinu 1938 og þaðan berast veðurupplýsingar á 3 tíma fresti allan sólarhringinn þannig að hugtakið órofinn svefn er eitthvað sem þekkist ekki á bænum. Þó svo að þær mæðgur skipti nóttunum með sér í dag hefur það ekki alltaf verið svo gott. En fer það ekkert illa með mann að vakna svo oft á nóttu? Mér finnst það bara allt í lagi. En svo er dóttir mín flutt heim og hún tekur núna veðrið yfirleitt klukkan 12 og 3 á næturnar og það er bara fínt. En ég tók það samt alveg í 20 ár svo ég fann voða lítið fyrir því. Ekki engin svona langþreyta eða? Nei, stundum þá verður maður svona, ef maður vaknar á 3 tíma fresti og stundum verður maður svona pínu þreytt á daginn, kannski 4-leyti þá þarf maður að leggja sig í hálftíma og þá er maður bara sprækat. Krakkarnir segja, mamma please, ekki leggja það á daginn, þá fáum við engan frið, þá þurfum við að fara að gera eitthvað. Veðrið er alltaf sívinsælt umræðuefni hjá landanum og hefur verið það svo lengi sem að elstu menn muna. Það er náttúrulega maður alltaf að pæla í veðrinu og skýjónum og ef maður hringir einhvern alltaf og hvernig er veðrið á þér? Og svo líka veðrið er svo mikilvægt, ef maður ætlar að gera eitthvað eins og smala eða bara heia eða eitthvað þá náttúrulega maður alltaf að pæla í veðrinu. Pæla í hvernig veðurspáni næstu 3-4 daga og það er bara, ef maður er bóndi þá þarf maður náttúrulega alltaf að pæla í einhver svona. Heiða flutti aftur heim fyrir ári að loknu BA-námi í íslensku við Háskóla Íslands. Ég ætlaði að fara í handritanám til Danmerkur og ætlaði að fara að vinna með íslenskuna og handrit og ég er búin að læra mikið með handrit í háskólanum. En síðan leið og ég er búin að útskrifast þá bara fann ég að mér langaði ekki til þess. Og mér langaði ekki að læra meir og eyða meiri tíma í nám. Ég bara stundum sé ekki alveg tilgangi með öllu þessu námi nú til dags. Og þá bara hugsaði ég bara að ég var tilbúin að fara heim og bara vera bóndi í smá tíma og athuga hvað ég vil gera eftir það. Þetta maður hugsaði ekki hvað dagur er hérna. Maður bara vaknar, gefur dýrunum sem bara hugsa maður, hvað nenni ég að gera í dag? Þetta þarf maður að gera alltaf eitthvað, maður kannski verkar aðeins skít og svona bara rólegheitum. Það er ekkert stress hérna sko. Aldrei streita, ekkert stress, maður bara ljúft líf. Marsibil er eitt fremsti smalahundaræktandi landsins. Hún segir það ekki alltaf auðvelt að láta hundana frá sér. Hún láti þau ekki á hvaða heimili sem er og fylgist með þeim hvernig þeim vegnar á nýjum slóðum. Ég hef ekki byrjað 98. Eða 97 keyptum við örugglega fyrsta border collie frá Gunnar Daðstöðum, ég minni það. Er það kúnst að ala upp góðan smalahund? Já, það er kunst náttúrulega. En svona ef þú vilt hafa virkilega góðan smalahund þá þarftu náttúrulega að temja hann. Hvað einkennir góðan smalahund? Hann þarf að hlusta vel og vera góður smalahundur þarf að vera virkilega harður en samt ekki vondur við kindurnar. Hann þarf að geta farið fyrir kindurnar og tekja þær niður úr fjöllunum án þess að vera djöflast í þeim og býta þær. Hann á bara að geta labbað þeim og rekja þær niður. Nú ef það standa á mótum og stangan þá náttúrulega verður hann ekki að tekja þær síðar en ekki neitt skemma þær eða meiða þær eða neitt. Og bara hlýða vel. Hann þarf náttúrulega að læra hægri og vinstri og leggjast og þetta. Ég myndi segja að hundur var ekki fulltaminn fyrir 3,5 árs, 4 ára. Þá ertu, en svona 2,5 árs hundur þú ert alveg geta notað hann og meira segja yngri ef þessu virkilega svona vinnusamir. En mér finnst bara hundar aldrei vera alveg orðnir fulltamdir fyrir svona 3 ára. Ferðamannastraumurinn hefur aukist gríðarlega undanfarin ár og er Dalatangi orðinn vinsæll áfangastaður. Það er mikill munur á því, það er ofsalega mikill fjölda ferðamann sem keyrir hingað útir.
Síðustu 3-4 árum, alveg bara aukist alveg rosalega mikið ferðamennska. Það eru alls staðar, það er alveg fullt af bílum náttúrulega og fólk náttúrulega sitjandi hérna úti náttúrulega og bara í góðu veðri og bara eins og við segjum, mjög mikil umferð á þeim. Dalatangi telst til afskekktari sveita landsins og vegurinn frá Mjóafirði lokast reglulega við vetrartíman og komast ábúendur þó ekki leiðar sinna nema á bát, snjósleða eða hestbaki. Hvernig upplifun er það? Sko ég finn rosalega lítið fyrir því. Já, stundum finnst mér bara notalegt. Mér finnst það bara ekkert slæmt. Stundum finnst ég náttúrulega alveg starklíkur en þetta er bara fínt. Og svo var gaman til að opnast og maður getur keyrt inn í Mjóafirði og heilsa upp á fólki og stundum við náttúrulega hjálpumst rosalega mikið að hérna inn í Mjóafirði og hérna heima. Ég fyrir að hjálpa þeim að ríja kindurnar hérna á brekku og þau koma til mín og hjálpa mér og það er bara mjög fínt sko. Þú segir, hálfgett sambúð. Noilering. Nunarsuatta illuatungaani nuanaqarnaqarluartut makku ilagaat. Unatas matursaataasi qaripaatigis puis amian isigiminartim suliarineqarnikku. Arnanu Tunsassiattaamaatut koriami piumanaqarluartut. Qaripaatigillitillu Paasnarsivoq. Det er da en helt vildt god idé. Ameriluppisortaanaqaatti tasaqnas septemberpramaadaani koriamiit saafigineqarsimavoq tunsassiorusuttumik. Da de åbnede her i starten af oktober, der havde de en Oktober aallartinnerani ammaagamik nioqqutissaatigut amerlasuut pigivaat. Sapaati akunnerilu marluungitsut tamakkerlugit tunnisimallugit. Tamanna ilimagisatsinnit ajunginneruyussuuq nuannersumik tupatsitaavugut. Det var virkelig en dejlig overraskelse. Tamanna neriulersitsivoq. Altså jeg er lige på vej til Kina nu, og der Maana Kiinalialerpunga illuqarfit assiingitsut tallimat tikeraarlugit. Taakunani pisisartungorsinnaasut tikeraarlugit. Det håber jeg jo rigtig meget, der også kommer noget ud af. taasarfeeralle. Kiina mimi tunsassiarpassuusinnaaput. Manak tapuntungatillugu tasmakkununan allan suliarineqartarpu. Kusanartuussuum aam pissaganartillu. Kiinap inuppasuaqarnera isumalluarnartoqarpoq. Så nu har jeg jo en rigtig god oplevelse i bagagen her fra Korea, og jeg Koreami misigisakka nuanneqaat taavalu naatorsuutigalugu neriutigalugudu Kiinami nuannersumik misigisaqarumaarlunga tassanimi inuppassuaqarpoq pisiaqarluarsinnaasunik tikitassakut eqqorsinnaagutigik taamaattumik upperilluarparput. bare kan komme ind de rigtige steder, så er det noget, vi vil tro på. kan blive så meget ud af det. Aadisakkat uku misireraalluni aadisaannarneqarunnaarput. Aadisagартассан аннерусумик соорсаулаасарту эққарсаатиалуи сунниутеқарнерулорнissarpu тассунаагунеқармасуунам нуаннаарутигарпу таамаалиллуни аама нуна аллат налигалуит таавоо қалоқатаасиннаангорсута Nunatut sinerialittut avaderaasartoorniartutut akuerinneqarneq isumaqarpoq avaderaasartooq tassat ukiumut minnerpaafilerneqassasut tassa misileraanarmi avaderaasartooq tassat 85.000 tonsinut aaleangerneqarsimasut maanna minnerpaaffissatut pisassiisutigineqartalissapput pisassallu amerlanerulersinniarlugit nunat allat avaderaasartoorniartut peqatigalugit nunarput isumaqatiginniartalissalluni тааматусилеқатииннеруп аамааннертусиниссаатаанна уутсину пингаартаруссууqaammalu isumaqarluni авлаасарторниарнэрми таматиут оқалоқатааллуталу аперсорнеқарлута иссианissarpu таамаалиллуни исуманнааннерусумми сиуниссами авлаасарторниарнер ингерланнеқарсинаангорлуни nutaanik naalakkersuisungortitsisоqarmat aalisarnarmut piniarnermullu naalakkersuisungortut pisassiisutigineqartut tamakkerluit qaqinneqartarnissaat suliassatut pingaartillugu oqaatigaa алисигартассаттамармик qaqinneqartarnissaat maani nunaqavissut salliutinneqarluit pisassinneqartarnissaat тастаана пингаарнерпаа avaderaasartoortassallu tamakkerlugit qaqinneqartarnissaat kattuffiit peqatigalugit sulissutigineqartussangorpoq
ааммали мисилерааnerup налаани макитсиллуни писассиисарнеққималлугу авалераасарторниарнерми нунақависсут саллиутиннеқарнерунissaat сулиссутигинеқассасоқ нериорсуутигинеқарпоқ писассуул киллеқарпут аваммут унниусуинаарнеқарсинаангиллат аалисарторпарусуи синериссаим писассақангиллат таа тулсуангилақ писассат нунами алламиулут ниоотинеқассаппата маани инуитсаллиутиннеқартариақарпут аама тааккуа сулиссуккусуппак Sú þjóðsaga lífseig á Íslandi að skáldið Einar Benediktsson hafi ætlað að selja norðurljósin og fannst flestum það bara vera gott grín á sínum tíma. En í dag eru norðurljósin orðin ein helsta ástæða þess að stór hópur ferðamanna sækir landið okkar heim. Norðurljósin sjást best þar sem sjónmengunin lítil eða engin, eins og til dæmis víða í Skagafirði. Fyrir utan norðurljósin þá heita vatnið ein af dýrmætustu auðlindum sem Íslendingar eiga og ungir frumkvöðlar sem eru bændur í Deildardal í Skagafirði ákvaðu að sameina þetta tvennt og bjóða nú fólki að fljóta í heitri sundlauginni á Hofsósi og ekki spillir fyrir þegar norðurljósin dansa á himinhvolfinu á haust eða vetrarkvöldi á meðan. Þetta hefur bara gengið í vonum framar, sko. Nafnið Infinity Blue, hvernig kom það til? Ég var bara að googla bara alveg á fullu hvað fólk var að segja sundlaugin á Hofsósi og flest komment voru sem sagt frá erlendum ferðamönnum og var sem sagt innihélt Infinity orðið og pool, en mér fannst pool ekki nóg skemmtilegt svona orð. Þannig ég breytti bara blue og bláa sem sagt bara sundlaugin í blá, eða vatnið, himinninn, sjórinn, íslenski fáninn og merki sveitafélagsins Skagafjarðar. Þið eru að koma að fljóta, þetta í fyrsta sinn? Nei, ég hef komið áður, tvisvar áður. Hvernig þetta? Þetta mjög góð tilfinning. Maður slakar vel á, virkilega vel á. Ég náðu að sofna í annað skipti, þannig að þetta búið að vera alveg frábært. Hefur þú komið áður? Nei, það hef ég ekki gert. Og hvaða væntingar hefurðu til þess að fljóta í Hofsóslauginni? Ég hef komið hingað áður, það alveg yndislegt að vera hér. Þannig ég bara vonast til að maður nái að bara slaka vel á og svona vera endur nærður eftir kvöldið, sko. Flothetturnar og fótaflótinn koma frá öðrum íslenskum frumkvöðli, Unni Valdísi Kristjánsdóttur. Viðbrögð gesta hafa verið framar öllum vonum, enda þegar líkaminn flýtur verður hann þyngdalaus sem minnkar álagið á miðtaugakerfið, vöðvana og mænuna. Við það losnar úr læðingi orka sem eykur virkni heilans leið og endurnýjun frumna líkamans verður hraðari. 1 klukkustund af floti jafngildi þannig það bil 4 klukkustunda svefni. Er hægt að sofna í sundi? Ég allavega nývöknuð. Þú naust þess alveg í botn að fljóta. Þetta var dásamlegt. Urðu áhyggjur morgundagsins eftir í lauginni? Já, alveg örugglega. Ég held að hafi sokkið eitthvað niður á botn bara. Það líka hægt að fá nudd í tæplega 40 stiga heitum pottinum sem eykur enn á slökunina. Tíminn líður ekkert smá hratt, maður áttar sig ekki á því, maður einhvern veginn bara fer alveg út, bara hættur að hugsa og þetta alveg yndislegt. Og svo það toppurinn þá að koma svo bara í nudd í heitum pott? Algjörlega. Hvernig dattir í huga að fara að nudda í heita pottinu? Ég ákvað að pröfa og gera eitthvað nýtt öðruvísi. Þetta einhvern veginn bara önnur upplifun, bæði fyrir mig og nuddlegan. Það bara yndislegt að fá að vera hérna í heitum potti. Eftir hverju fólk að sækjast sem kemur til þess að fljóta? Bara slökun held ég aðalega. Og bara láta líða úr sér held ég í þessu hraða þjóðfélagi sem við búum í. Fólk alveg að fljóta
svona 30-60 mínútur, myndi ég segja. Og fólk alveg að gleyma sér? Já. Fólk alveg að sofna og hérna. Og hvað gerir í því? Ég hef einu sinni þurft að fara með háfinn og poti hérna. Þannig að honum kross bara á, vissi ekki hvað hann var held ég þegar hann vaknaði. Þú varst að fljóta í fyrsta sinn. Hvernig upplifun var þetta? Þetta var alveg geggjað. Mér var sérstaklega gott að finna í heitapottin og fljóta þar. Það var alveg æðislegt. En gengur öllum jafn vel að slaka á í vatni? Já, ég held það. Allan á slökunin sem sjálf. En karlmönnum gengur verr að fljóta heldur en konum, sko. Og einhverjar vísindarlegar rannsóknir á bak við það? Það bara kannski meiri vöðvar og þyngri beinabygging og þannig að svona fæturnar svona til að sökkva. En þá get ég látið að fá auka fótaflot eða svona núðlu, fröðnúðlu undir hníin eða mjaðmirnar. Þetta nú eiginlega bara eins og fara í annan heim eða eitthvað. Þú veist, þú flýtur bara í þyngdarleysi og já, hvort sem að þú fáir smá vind á þig eða ekki. Þú veist, þetta bara eitthvað svo ótrúlegt. Það eiginlega bara hægt að segja það. Narsaq tissaavoqquitaani illuqarfik ooraanitalimmi qaqqaqartoq qaqqarlu taana ateqarpoq kuannersuaq kuannersuaq ammaaseqarnissaa akkerlerisoriussuuarput Greenland Minerals and Energy kuannersuarni ooraanitalinnik aatitassarsiorsinnaanerminnik maana misissuileruttorput taamaasilluni VVM-mik VSB-millu nalunaarusianik taaneqartartut tamanut tusarniaassiineqarnissaanut inaarsaaleruttorlutik GMMip ooraanitalinnik aatitassarsiorniarnera inuppassuarnit allaalumi politikkerinit assigiingeqissunik isummerfiineqartarpoq kissaatigivарпу ooraanimu naagaarluinnaartas 0-tolerance atiititeqqinissa naagaarluinnaarnermullu peqqutaasoq ersarippoq Tas kuannersuar aarlerissitigigattigi mingutsittineruyussua pisinnaannissaa taa isimaqaratta allatigut nunalerinikut uumasulerinikut nerisassiernikkut kuyataa ineriartertinneqarnissaa sulissitigineqassasa narsaminajugallit kuannersuaq aatitassarsiorfiineqalissappat siunissartik pillugu aaliangiussisimasut maluginiarneqarsimavoq innittaasorparuyussuit aarlerissitigiva ammarnissaa ammassaginilu naatsorsuutigalu illoqarfimmingaaniinuu kimaarlitin nunatsinni innuttaasut ooraanitalimmik aatitassarsiortoqarsinnaanera pillugu taassinneqassasut inuit ataqatigiit inatsartuni upernaaq manna uani ataatimiitarfimmiit peqqusutigigaluarpaat tamannali amerlinerussutiranginneq peqqutaalluni piviusungortinneqangilaq inuit ataqatigiit narsameersut taassitinissaq suli piviusungortikkusukkaluarpaat innittaasut taasititneqarnissaa pisariaqarpo qangaali taan neriorsuutiginneqarnikuugami